Þá rennur föstudagsþátturinn á N4 í gang. Hjartanlega velkomin að viðtækjunum. Það kennir ýmis að grasa að venju og við ætlum að byrja á Akureyri á Iði. Og hann er kominn til mín, Ellert Örn Ellingsson. Framkvæmdastjóri, hvað heitir deildin? Ég er forstöðumaður íþróttamála. Íþróttamála á Akureyri, já, velkomin. Takk. Ætlar að segja okkur aðeins frá, þetta er árlegt átak Akureyri á Iði, en við viljum breyta þessu í lífstíl. Segðu okkur aðeins frá. Jú, rétt við höfum verið að keyra svona verkefni Akureyri á Iði alltaf í maí undanfarin 4-5 ár. Þar sem við erum samstarfi við félög, fyrirtæki, einstaklinga á Akureyri, svona verið að efla fólk til þess að út að hreyfa sig. Og þetta er rétt við höfum svona átaksverkefni. En vissulega viljum við það á að vera lífstíl, við viljum ekki bara upp á endi, við viljum hafa þetta bara eilífu, rúllandi í gegn. Koma þessu inn í svona bara hversdags. Já, hversdags. Og svo náttúrulega í ár er ákveðið ástand eins og við þekkjum. Það er svona ekki allt eins og það hefur alltaf verið. Það við maður stokka þetta eins upp og höfum breytt út af vannum. Já, hvernig þá? Það er alltaf lokað stöðvar sem við verið samstarfi við. Ekki sem aðgengi að samstarfinu eins og hefur verið. Þannig við höfum bara verið að höfða til fólksins sjálfs. Hvað ert þú að gera í þinni heilsueflingu? Hvað vilt þú gera? Þannig að það er nóg að tækifærum Akureyri til að hreyfa sig og hafa heilsueflingu. Það er bara hvað vilt þú gera og hvernig vilt þú nýta þinn tíma í heilsueflingu. Þannig að þið hvetja fólk bara til að reyma á sér skóna, fara út og gera eitthvað. Já, og raun og veru. Og við settum í auglýsinguna svona atriði, nokkur 12 punkta sem er svona hugmyndir af hreyfingu og heilsueflingu. En þetta er ekki bara út að hlaupa upp á súlur eða hlaupa maraþon eða hjóla Eyjafjarðarhringinn. Þetta er líka taka rétta valið, borða rétta matinn, láta sér líða vel, hugsa hvað maður getur gert betur og svona. Þetta er ekki bara það að afreka einhver strafa afrek, Nei. Kannski bara fara aðeins vera að sofa, drekka aðeins meira vatn og allt þetta. Allt þetta, nákvæmlega, þetta skiptir máli. Hjólar með hjálm, það er heilsuefling. Að því þú dettur og slasaði, þá ertu ekki heilsu, sem dæmi. Ég er svolítið forvitin að því að í þessu COVID, þar sem allt er lokað og fólk er svolítið bara að reyna að bjarga sér einhvern veginn, þið hafa verið að mæla umferðina á Drottningarbrautinni eða göngustígum þar við hliðina og mælið aukningu þar. Jú, það er rétt. Það er alltaf verið mælt umferð á stígnum, það var settur upp og í apríl, maí hefur alveg rokið upp notkunin umfram meðaltals undanfarin ára. Það hefur verið sumarnotkun á stígnum í apríl, maí umfram það sem hefur verið undanfarin ár og notabene það eru bara Íslendingar, það er ekki sem engin ferðamenn að labba, þetta er bara engin skipafarþegar sem einmitt. Þetta er bara íslensk umferð, sem maður segir. Já, þannig hún hefur snaraukist, það er alveg þetta sanna það. Já, og einn besta framkvæmd sem verið gerð mörg ár fyrir norðan er stígurinn Drottningarbraut og inn að Hrafnagili sig. Það er bara mikil traffík á þeim stíg. Mjög mikil og þeir sem hafa verið að hjóla, ganga, hlaupa, sjá það alveg, það er mikið af fólki verið í gangi og það er gaman að sjá núna í þessu ástandi hvað heilsuefling hefur verið sýnileg. Svo margir út að hreyfa sig eftir saman fólki að vera innan okkur stöðum en nú svo margir úti og það hvetur aðra líka svona hefur áhrif á alla. Já, snjóbolti sem fer í gang. Akkurat. Og svo náttúrulega bara eins og í vetur, kannski verð ég bara svona vörfið að því að ég tók þátt í en gönguskíða aðstæðan hér er geggjuð. Hún er það. Og ef það var ekki tróðið í Hlíðarfjalli þá var það í Kjarnaskógi á báðustöðum og einhvern veginn alltaf hægt að fara. Já, og líka nálæði við þetta þetta er stutt að fara. Og ég held þessi ég vil enn að það er ennþá verið að tróða upp í fjalli, já. Það er nægur snjór í það þannig séð, sem er kannski pínusorglegt. En já, en eru þið þá búin að núna taka inn í að nú fara kannski bráðum sundlaugar að opna og heilsuræktarstöðvarna kannski bráðum. Akkurat. En þið eru svona meira fókusur á allt hitt sem hægt er að gera. Já, við séum bara svona við hvetjum fólk til að fara í sund og í líkamsrækt og allt það, en bara líka hvað annað getur við gert. Lappar í vinna eða hjólar, tekur liftuna í vinna fyrir tröppunar. Allir þessi litlu atriði sem telja. Já, akkurat, borðar þetta græna eða sleppur því, allt þessi atriði, En hvað, nú til dæmis í morgun þegar ég ætla að fara út með hundinn og hlaupa og gera eitthvað, þá var ég í svona smá ströggli með hausinn á mér, Mér langaði frekar eiginlega að setjast niður bara að fá mér eitt kaffi og lesa blöðin og svona. Hvað ráð átti handa okkur sem viljum vera dálítið góð við sjálf okkur? Já, fyrsta lagi, þið líður miklu betur að fá kaffibóllum og þessa blaði, þú ert búin að hreyfa þig. Vissulega, Þannig að þetta er allt spurningum heldur vana líka og venjur. Það er þægilegt að fá sér sætu og lesa blaðið og fá sér bollan og gera ekki neitt, En þú myndir uppskera miklu meira ef þú hreyfir líka og þá kannski áttu meira skilið annan bolla, kaffi kannski eða. Getur maður slögt bara einhvern veginn á þessum hugsunum, bara reynt á sér skóna og út og ekkert hugsað það meir. Hvernig gerir þú þetta til dæmis?
þetta er bara, þetta er aftur vani, þetta er bara alveg æfing, þú gerir þetta sem er ofta, sem er vanverður, þá bara þetta eðlilegt, partur af rútínunni. Byrjar þú allar dag á hreyfingu eða endar það og hvernig kemur Ég þú er hreyfingu? svona meiri að enda Já, daginn á hreyfingu. Það er búið að taka á því annars þar. já. Og er það bara alls konar, hjóla, hlaupa, ganga? Já, og mikið að hlaupa. Já, En það er svo, aftur, það er svo gaman að sjá á Akureyri, það er svo fjölbreytt aðstæði boði. Ekki bara steypt hús eða hvað heitir, við erum með fjöll, við erum með kjarnaskóla sem endur fullt af gönguleiðum. gönguleiðum, fullt af stígum. Það er svo rosa mikið boði sem við getum gert. Og, veist, og ekki bara einn eða sér, talaði félagana, farið með þér. Og eins fjölskyldan getur gert svo margt saman. Já, og það er svo mikilvægt líka að vera þessar fyrirmyndir. Já, Af því að við sem uppalendur, foreldrar, barna, erum að hreyfa okkur og komum eins og kúltúrinn, þá erum við vanið barna okkar. já. Og það ekki þau ekki neitt annað. Akkúrat. Það þurfi ekki verið þessi ströggl eftir 20-30 ára að koma þeim að stað, heldur bara, já, ég ætla að fara að hreyfa mig, ég ætla að borða rétt, borða holt, hjóla með hjálm og svo framvegis. Eitthvað fleiri atriði svona sem að ég man ég sá þetta í dagskránni, svona þessi atriði 12. Er eitthvað sem við erum að gleyma að nefna? Eða er þetta upptalið? Það er, nei, sko, hvað ég aftur bara, það eru mörg fyrirtæki að gera vel í að aðstoða sína starfsmenni að samgöngustyrkir, Já. skapa sveigjanleika til þess að stundar heilsurækt, bara endilega höldu því áfram. Og nú náttúrulega hjólaði vinnuna, Hjólaði það er alls konar svona potaði í mann úr ýmsum áttum. Það er málið og aftur, þetta á ekki að vera svona verkefni sem byrjar og enda, þetta á bara alltaf. Já. Og það er það sem við ætlum að gera með Akureyri og Iði. Við ætlum að færa okkur í þann gír að vera minna okkur oftar yfir árið reglulega á. Já. Vera bara Alltaf á Iði. Ekki bara kannski í maí, eins og hefur verið, þó vissulega höfum hvatti fólk að gera meira af því. En bara vertu alltaf á Iði. Og það er Akureyri, það er sko, eins og það er með samgöngur. Það er ekki að fjalla þér Akureyri. Það er nefnilega fáránlega stutt í allt. Þú getur gengið og hjóla náðast allt. Og bara þessi venja af Akureyri bílakúltúrin. Menningin. Þar þurfum við aðeins að taka okkur á. Akkúrat. Ég upplifði það sjálf, kannski er ég búin að segja þetta áður, en ég flutti hérna 2017 og mér fannst fáránlegt hvað fólk keyrði bíla. Ég var á hjólinu bara alltaf. Já. Svo bara smám saman. Breytti ég bílnum í kápu og var alltaf bara keyrandi út um allt. Já. Það var svo fljótlegt. Akkúrat. Tók því alltaf að aflæsa hjólinu, skilur. Nei, ég veit það. En þetta er eitthvað rangt. Auðvitað eigum við bara að geyma bílinn og nota hann í neyð, eins og ég heyrði einhvern segja svo sniðulega. Og nú þetta er í gangi sko, verið að kynna alskipulag. Já. Var þetta göngustíga? Það var stórefla þá, eða ekki? Jú, stórefla og það er frábært. Já. Þannig að sko, göngustígar og gangandi og hjólandi verið forgang til framtíðar í okkar samgöngu vinnabæðir. Þannig á það að vera. Mér líst vel að þetta. Við hvetjum bara fólk til að taka þátt í Akureyri og Iði í maí sem og alla aðra mánuði. En bara alltaf á Iði. Taka þessi litlu skref og koma þessu inn í rútínuna. Já, nákvæmlega. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu, Ellert. Takk sem leiðis.